Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum næst að ræða við lækni sem hefur að mér skilst stofnað lífsskoðunarfélag og svona kannski með hugan við atriði sem að við almennt heyrum ekki mikið frá læknum. Ég hlakka til að kynnast honum betur. Svanur Sigurbjörnsson, varstu velkominn. Já, takk fyrir. Í hvaða geira læknavísindanna hefur þú alið mannin? Já, eftir útskrift mína yfir læknadeild hérna 1994 þá starfaði ég nú hér í nokkur ár svona, til að afla mér reynslu. Síðan fór ég í lyflækningar í Bandaríkjunum í New York fylki 98 og kláraði það 2001 og var síðan að starfa á bráðamóttöku í Suður Bronx fram til miðsárs 2004 og síðan kom ég heim og saknaði fjölskyldunar hérna og vann nokkuð víða heilsugæsluaðalega og síðan á bráðamóttökunni og síðan starfaði ég núna í milli 2003 og 2023 og 2005 á lyflækningadeild Landspítalans en tekið mér aðeins hlé frá klínísku starfi þar til ég byrja aftur á Landspítalanum á öldrunardeild í desember en já, þetta svona mín klíníska saga. Hver munurinn á að starfa á bráðamóttöku í Bronx eða hér í Reykjavík? Já, það nú ýmislegt svona öðruvísi, sko. Það er svona sjúkdómsbyrðin, allan á þessum tíma, í kringum aldamótin, talsvert meiri í Bronx. Það var ennþá mjög mikið af alvarlegum afleiðingum HIV-sýkingar, sko. Þrátt fyrir að lyfin var á boðin ókeypis og fólkið fengi alveg þjónustu þó það ætti ekki pening. Því þetta var svona svokallar City Health Hospital, sko, þar sem þetta er ekki einkaspítali sem ég var á, þannig að það var, fólk komst inn. En fólk var að fá allskyns slæmar sýkingar sem og jafnvel krabbamein út frá HIV og síðan var mikið kannski bara miklar hjartabilanir hjá tiltölulega ungu fólki eða nýrnabilanir, svona alvarlegir sjúkdómar og svo náttúrulega afleiðingar svona kókaín og heroínneyslu og svoleiðis þetta sást allt en ofbeldi hafði minnkað talsvert þarna á þessum áratug þarna undan áður en kom, þannig að það var ekki þessi skotbárdagar á götum úti eins og þessi óöld sem var þarna kannski frá 7., 8. og 9. áratugnum en svona upp á 10. áratugnum fór þetta snarbatnandi öryggi í New York, þannig að sem betur fer sá maður það ekki mikið. Nei. Og þannig að en það var svolítið hnífstungur og slíkt en þetta var svona fátækasti hluti New York borgar og nánast fátækasti borgarhluti í Bandaríkjunum, þannig að það er svo sem sást alveg á fólkinu. Þetta hefur verið mikil lífsreynsla og lífsreynsla bætir við huga okkar. Á þessum tíma eins og í dag stendur ekki heilbrigðið þitt og möguleikar til þess að fá þjónustu að nokkur leyti með efnahag. Er ekki þeir sem eru með sjúkratryggingu ennþá þrátt fyrir að Obama hafi verið með einhverja betur, er ekki möguleikar þínir á læknisþjónustu mjög mismiklir eftir efnahag? Í Bandaríkjunum? Já. Jú, það er það, sko, það er svona, má segja, þeir hafa samt, sko, sín kerfi fyrir þá sem eiga lítið. Þannig að það er þá annars svo kallar fylkisspítalar eða ákveðnir borgarspítalar sem að taka fólki. Á þessum tíma sem ég var, þá var komugjaldið $200 en maður sá að fólk sem gat aldrei borga, það gat alltaf komið aftur og aftur. En það kannski eru samt svona
eitthvað svona, þú þarft svona sértækari meðferðir og stundum lendir fólk illa í því eða þarf að borga krabbameinslyf eða svona ætlar að reyna að komast inn í einkaspítalakerfi og þá á það engan aðgang þar. En ég þekki kannski ekki svo gjörla sko, hvernig þetta getur lent á fólki svona eftir mismunandi fylgjum. Það eru náttúrulega svona dæmi að fólk lendi illa í því á einhvern máta og rekst á við þá þetta einkakerfi sem svona mörguleyti lokað sko. Já. Svo vill þannig til að þegar ráðist á tvíburaturnana þá ert þú staddur í New York og þú náttúrulega bara verður vitnið að því í beinni útsendingu eða eitthvað? Já, þetta var mjög sérstakt sko. Ég var samt nýbúinn að klára prógrammið mitt og var að lesa fyrir svokölluð boardpróf í lyflækningum. Og ég var staddur við áttum heima í svona turnbyggingu 31 hæð á norður Manhattan og við vorum svo ákafir námsmenn og við höfum ekki sjónvarp, við höfum bara algjörlega tilengu náminu að geta trufla og þennan morgun vöknum við og venjulega sko heyrum við alltaf níðin af umferðinni fyrir utan sem var að koma frá George Washington brúnni sem þarna nyrst á milli New Jersey og nyrsta hluta Manhattan eyjunnar. Gríðarlega stór brú og þar stoppa bílarnir aldrei en við verðum varfið að það var einkennilega hljótt þannig að við kíkjum út og þá var bara allt stopp og þetta var eitthvað mjög skrítið þannig að við kveiktum á útvarpi og þá var það ný skeð að fyrri flugvélin hafði lent í fyrri turninum og þeir sem þáttastjórnendur þessa útvarpsþáttar, þeir voru að velta fyrir sér bara hvort þetta hefði verið eitthvað svona herflugvél sem hefði vilst af leið eða eitthvað svona hræðilegt slys hefði orðið og svo heyrum við bara það líða held ég svona 20 mínútur og náttúrulega alveg agndofa yfir þessu heyrum við að það því ég lýst bara að það sé komin önnur vél sem fari í hæfi hinn turnin og þá var þetta náttúrulega hætt að vera eitthvað möguleiki á okkur tilviljun og við fáum að fara inn í íbúð sem að sneri suður eftir sko, við snerum ekki í átt að suður Manhattan sem þetta gerðist og þá sjáum við að rýkur úr báðum turnunum sko, en mann datt ekki í hug að myndi hrynja það var eitthvað eins og fjarlægt sko, og svo fór á stað viðbragð sko, það sem var auglýst eftir í útvarpi og sjónvarpi að fólk væri tilbúið til að gefa blóð og ég fór niður á spítala þarna svolítið sunnar til að gefa blóð en ég hugsaði annarkvort kemst fólk út lifandi þarna óskaðað eða það bara dáið og það reyndist nú vera þannig því að það var engin þörf síðan fyrir blóðgjafir í kringum þetta. Breytti þessi stóri viðburður hugmyndum þínum heiminn? Já, það var svolítið svona sko að því að ég svona hafði við nokkuð langt skeið þegar þetta var hugsað svona trúmál og pólitík og þegar þetta gerðist þá fannst mér þetta svolítið svona spark í rassinn að það þyrfti að berjast fyrir betri hugmyndafræði heldur en leiddi til þessa atviks og fleiri og við sjáum það í dag náttúrulega eins og í stríðinu og þjóðarmorðinu sem gengur á Gaza og Ísrael að þar eru tvö bókstafstrúandi öfl sem að eru hnefa í hnefa og ná ekki saman vegna ósveigjanleika og svona hugmynda réttindi sem að eru einhvern veginn þannig að þau telja sig yfir hvern annan hafinn og þegar siðferði gengur út á það að einhver guð stýri þér og þú komist kannski í einhvern himnaríki við að fórna þér að þá hægt að manipulera með fólk svo
svona fremur auðveldlega að höfða til svona einhverjar aðri hluta sem að við manneskjarnar eigum ekki að ná til og þannig hafa trúarbrögðin því miður verið svona vettvangur hugmyndafræði sem notuð til ills. Það margt gott í trúarbrögðunum líka en þetta svona að hafa þetta sem grunn í staðinn fyrir þetta sammanlega siðferði sem byggir þá bara raunni á gildum sem allt fólk getur samþykkt, líf og heilsa og réttlæti og vera ekki refsað á ósekju og þörfum fyrir að eignast fjölskyldu, að bindast nánum tengslum og svo framvegis. Að þessi hlutir eigum við alla geta sameinast og það þarf ekki trú á aðri verur eða mátt til þess. Og þannig eftir þetta fannst mér einhvern veginn að nú þyrfti svolítið að breyta ekki bara í þessum löndum sem eru þessar miklu öfgar, þetta bara heima fyrir að það að byggja valkosti fyrir fólk sem að vill eiga sitt fjölskyldulíf og á annan máta heldur en gegnum trú. Já, en nú kannski hugsar einhver þú ert læknir, við heyrum stundum sögum af því að trúin hreinlega bjargi mannslífum og fólk ná að hamla gegn sjúkdómum sem annars hefðu lagt það nema af því að það trúir á Guð og trúir á það að eitthvað himneskt og eitthvað sem æðra heldur en það sjálft geti bjargað því. Hvað segirðu við það fólk? Já, þetta svona verið ein af kannski vörnum trúaðra að eins og sagt á enskunni there are no atheists in foxholes sem þýðir þá rauninni að þegar einhver svona neyð steðjar að þá fari allt fólk að biðja til Guðs. Þetta náttúrulega svona talsett yfirlæti í þessari staðhæfingu sem svona segir það eitthvað að enginn svona geti komist undan því að trúa en svona þessi vörn og fleiri varnar orð trúarinnar voru mjög svo tekin fyrir hérna á árunum 2005 til 2010 þegar það var mikil svona gaggbylting trúlausra og það sem ég myndi kalla bara rauninni áframhald upplýsingarinnar sem var stungið á þessum blöðrum og eða svona þessu svona tabúi að gaggrýna trú. Það hafði ríkt lengi vel þessu tabú og trúin var sett í svona ákveðu hólf þar sem hún var svona gerð svona einhvern veginn helg og það þótti ljótt að gaggrýna trú en svona upp úr aldamótum risu félög og humanistar og atheistar trúlausir risu upp á afturfæturna og ég held að þessi viðburður 9/11 hafi haft áhrif á marga í þessa veru. Og meðal annars þig. Já. Að þarna var stungið á þessu tabúi og trúin bara gagnrýnd blygðuna laust sko. Og þetta náttúrulega er svar svona veraldlega sinnas fólks humanista gagnvart þessu sem hann nefnir að við bara styðjumst við góð tengsl við gildi og styrkja sjálfstraustið og leita til annara þegar við þurfum hjálp en við þurfum ekki guðshugmyndina til þess. Nei. Fólk sem missir maka sinn ungan og hlakkar til að hitta hann aftur í himnaríki ekki svolítið brútalt að taka á fólki þá von eða trú? Það getur verið ef það akkurat á þeirri stundu sem eitthvað slíkt að gerast en það maður ekki að skipta sér þá af þeirri trúfólks á slíkum stundum en þannig að þetta allt svona samtal það hvort að trú sé góð eða ekki það á sér stað þá frekar þegar fólk tilbúið að ræða það sko og en
en svona, já, sumir hugga sig við eitthvað svona og það getur verið vissuleyti fallegt og eins konar placebo eða lyfleysu áhrif eins og við köllum í læknisfræðinni að ef þú trúir á virkni einhvers að þá fer þér að líða betur, það setur í gang einhver vellíðunar boðefni í heilanum. En þar með ekki komin tilgangur með lyfleysu? Þetta eins og lyfleysa, búum þessa samlengingu, heldum áfram með hana, þessa samlengingu að það náttúrulega mjög gott viðfangsefni í siðferðilega umræðu réttmæti. Það til dæmis ef ég sem læknir myndi segja þér að ég gæfi þér hér töflu sem væri þá rauninni bara C-vítamín, segjum það, og ég segi því að verkirnir þínir eru bara bakverkirnir þínir, þeir bara munum hverfa núna næstu 2 dögum. Og af því ég læknir og væri að gefa þér þetta þá kannski á heilsugæslunni í svona þessu umhverfi það sem er trúverðuleiki og traust, að þá færi þér svona allan að hluta til að líða betur bara við það að hafa fengið þetta. En þetta er svona eins og með margt annað, maður þarf að hugsa til lengri tíma en ekki bara til þess svona sem að blasi við því að hvað gerist síðan ef þú kemst að því þetta var bara C-vítamín sem ég gaf þér. Þá vantarlega hrinu traustið. Já. Og vega og meta alla kosti og alla galla manns hugans. Hérna það sem sagt meðal annars eftir þennan atburð og á þessu skeiði sem þú nefnir sem að þú fer svona að sökkva þér í siðfræði og heimspeki og vangaveltur sem að svona læknar eru alla jafna kannski ekki frægastir fyrir. Já, það svona, þegar ég kem heim þannig í lok árs 2004 þá verð ég svolítið leitandi svona að vettvangi á Íslandi sem að maður getur rætt svona mál og þá frétti ég að félagi sem að héti Siðmennt. Það var nú bróðir minn sem að vissi að þessum félagskap og hann hefði verið þá að sjá borgarlega fermingar frá þau hófu þetta sem lítill hópur 1989 og stofnuðu svo félagi 1990 og þarna væri þá mögulega vettvangur til að svona þess að spá í þessi mál og við fórum að tala við þau í Siðmennt og áður en varði þá var ég bara komin inn í stjórn þar bara 2005 og þannig að þar fann ég svona fólk sem var á sömu braut og vildi efla húmaníska eða veraldlega valmöguleika á Íslandi þannig að það var mikið lukka sko. Já. Og þú tekur einhverja kúrsa? Er það ekki? Nei, ekki þá sko. Nei, er það síðar? Það er síðar sko, þannig að þarna var maður svona að lesa sig til í ýmsum bókum og það var mikil svona gróska víða heim eða sérstaklega á Vesturlöndum í útgáfu bóka trúleysi og húmanisma. Þannig að maður sveldi þetta allt í sig og tók þátt í þessu samfélagi bæði hérna heima og alþjóðlega gegnum þá bæði voru þá svokallaða samtök Atheist Alliance sem voru í svona þessari varnarbaráttu eða baráttu fyrir því að svona benda á skaða trúarinnar og að þessi samtök við heldum ráðstefnu eða Siðmennt eða samtök trúlausa hérna á Íslandi heldur ráðstefnu 2006 minnir mig, alþjóðlega ráðstefnu þar sem að svona frægasta fólki í heiminum í þessum vettvangi kom, meðal annars Richard Dawkins og í gegnum þetta og síðan heimsóknir á alþjóðaráðstefnur humanista og lestur ýmissa bóka að þá svona fræddist maður á sjálfstæðum þessi mál. Og svo líður tíminn, þú hérna finnur svona hvernig þetta kallar sterkar á þig en af því ég sagði nú hér í upphafi og svona ein helsta ástæða þess að þú ert hér við rauðaborðið er stofnun nýs lífsskoðunarfélags
Verður vík á milli vina hjá þér og félögum þínum í siðmennt eða á hverju ertu ekki bara að breiða út boðskap siðmenntar í dag? Já, sko það félagið náttúrulega var mjög samhent og þessi stjórn sem frá 2005 sem ég kem inn í og við áorkuðum miklu og meðal annars fyrir tölstafan félagsins og líka þeirra svona þessarar bólu sem hefði verið sprengt varðandi umræðuna trúarbrögðin sem meðal annars vantrú stóð mikið að og átti á mikið þakklæti skilið fyrir að hafa staðið í því að þetta gjörbreytti svona umhverfinu á Íslandi og opnaði hug fólks fyrir einhverju öðru heldur en bara trúfélögum og við háðum mikla baráttu bara fyrir því að fá lögum breytt þannig að við getum staðið í svolítið jafnfætis trúfélögunum varðandi svona aðkomu ríkisins sem sóknargjöldum og slíku þannig að við staðum jafnfætis og við náðum þeim áfanga loksins 2013 og upp úr því verður bara algjör sprengja til þess að það stækkaði svo mikið félagið svo margir sem að koma til liðs við það og athafnir sem að höfum sett á fót árið 2008 nafngjafir, giftingar og útfarir að vera allega að máta að það var sprenging í sérstaklega nafngjöfum og giftingum í felda þeirra og félagið vex þannig mjög hratt en síðan upp úr svona 2017-18 þá þessi sterki gamli kjarni hann svona gliðnar verða svona einhverjar deiluefni og það verður svolítið krísa þarna 2019 og upp úr því tekum við ný stjórn og formaður og sem sagt þessi síðustu 6 ár hafa þá verið þannig að sú forysta sem þar var að hún hefur gengið á okkur svona gamla kjarna sem var þarna á þann máta að við hefum ekki verið sátt og þar að auki hefur starfsemi svona eins og að kallum hugarstarf eða svona mennta- og umræðustarfsemi félagsins farið mjög aftur og færri viðburðir og við vorum alltaf með svona reglulega einhverja fundi og við tókum til dæmis fund með múslimum sem var mjög svona fjölsóttur svona hvort það væri svona árekstrar á milli þeirra og menningarinn á Íslandi og tókum allskyns svona málefni sem að voru svona kannski bæði viðkvæm og svo umdeild í samfélaginu og reyndum að stuðla þannig að svona gerjun og framförum í umræðu og reyna alltaf að vera bara kurteis og málefnaleg nálgast að þannig og því að það svona náttúrulega í humanismanum það mikil sannfæring að við náum saman með samtalinu, með rökræðunum og þannig náum við framförunum og stöðlum að fólk friði og fólk nái saman af virðingu. Þannig að við söknum þessa og svo voru svona, maður segja, aðstæður þannig að svona eldri þessum kjarna var svolítið ýtt út. Jóni Björnssoni sem að heimspekingi sem hafði verið kennsstjóri borgarlega fermingar frá nærri 25 ár. Honum var ýtt út, hann var bara rekinn allt í einu og svo var það við eldri sem hefðu nú byggt upp aðdæmdaþjónustuna eða við tókum okkur hlé svona 1 ár eða svo að þá var okkur sagt að við ættum að fá handleiðslu þegar við kemum tilbaka og það svona eins og að segja við einhvern gamla skólastjóra að þegar hann tæki sér smá hlé að hann þyrfti að fara
það þurfti að leiða hann í næstu kennslustund, sko. Þetta var svona niðurlægjandi En félaginu hefur einhverju leyti tekist að láta þessar væringar liggja undir radar því að ég maður svo sem eftir einhverjum fréttum og einhverjum áreksturum og svoleiðis en það sem hún segir núna það ég veist að komi svona sömu fólki á óvart var svona lagt upp úr því að þetta bara reynt að leysa þetta innan hús og enginn talaði að uppljóstraði með þeim hætti sem þú ert að gera núna. Málið hans Jónas Björnssonar fór í fjölmiðla og var skrifað það og voru viðtöl nokkuð víða út frá því og en svo hafa nú verið svona ýmsir brottrekstra sko, ekki bara Jóhanni sko, sem hafa nú alveg farið undir radarinn sko, verið framkvæmdastjórir tveim var sagt upp á einhverjum tímanum og svo var einn sem til viðbótar sem sagði upp og þannig að það hafi verið svona ýmist þarna svona, hvað segja, svolítið láttök bakvið. Nú, það var aðalfundur Seiðmenntar núna í byrjun mars síðastliðinn og þar fór ég fram og bauð mig fram sem formann því að svona á þessum tímapunkti í lífi mínu vildi ég svona hella mér aftur í félagsmálin. Og þér fannst verk að vinna innan félagsins. Já, og bauð svona pakka af umræðu og mentastarfi sem ég nú verið að svona vinna að í öðrum geira. Tók þá heimspeki 2015, BA-próf og svo master í heilbrigðissifræði sem ég lauk 2020. Já. Og hefur verið að kenna siðfræði og gagnrýna hugsun í háskólanum. Þannig að ég svona hafði endurhlaðið batteríin og fannst mér að hafa talsett fram upp á að bjóða og formaður síðasti formaður var þá að hætta núna þarna í mars. Þannig ég ákvaði bara að demba mér í þetta en það fór svo að ég fekk svona 1/3 atkvæða og 2/3 á móti og þannig að þessum pakka og mér var hafnað og svona í ljósi þess sem hafði gerst síðustu 6 ár og svona andrúmsloftsins þá fann ég hafði ekkert svona nægilega sterkt umboð til að gera eða koma góðu til leiðar þessum hlutum til leiðar nema ég yrði þá formaður og þar af leiðandi vildi ég þá frekar snúa mér að því að skapa eitthvað nýtt. Já, og eru fleiri sem fylgja þér úr? Já, þannig að það var ágætis kjarni og þá sérstaklega mikið úr þessum gamla kjarna sem á árunum 2005 til 2018 en ekki hóp fyrirhandi formaður, Hóp Knútsson, hún er svona megin stofnandi Seiðmenntar, þannig að skiljanlega hún áfram í Seiðmennt. En mikið til kjarnin er í þessu nýja félagi Farsæld. Já, Farsæld. Já. Það er nafnið. Já. Og ert þú í fríi frá læknastörfum sérstaklega vegna þessarar köllunar þinnar að stofna nýtt félag og afla því brautargengis? Já, það er svona í og með, sko. Það var, ég tók mér hlé frá klínískum störfum hérna í mars og ég stóð svolítið á tímamótum, nýorðinn 60 og vildi svolítið hugsa tilveruna upp á nýtt og svona, mér langaði mikið að svona demba mér í félagsmál á ný og rannsóknir og kennslu, halda því svona leggja meira áherslu á það og þess vegna ákvað ég bara hætti í svona venjulegi fastri klínískri vinnu en ég hefði aftur hlutastörf í því í desember. Já. Hvernig fer maður að því að afla brautargengis málstaðar í nýju lífsskoðunarfélagi sem þú segir að heiti Farsæld? Já, það er bara þolinmæðisverk. Við þurfum alltaf bara að sanna okkur. Það er ekki nóg að koma fram með fallegar og góðar hugmyndir. Við þurfum að sýna það í verki að við förum með í gang svona þessa umræðu og mentastarfsemi sem að við settum stefnun á
og það að raungerast þessa dagana. Við erum komið með velmikla haustdagskrá og drög að vordagskrá og við byrjum í dag á kynningafundi klukkan 5 Jú. og maður lesa þetta á farsæld.is og síðan erum við þá í framhaldinu með umræður svona siðferðileg málefni, málfundi og svo svona ætlum að reyna að hafa ýmis form, hafa umræður hringi og Eru þið með ákveðið húsnæði, eru þið með eitthvað sal eða? Já, við erum núna leikt aðstöðu hjá Reykjavíkurakademíunni í Hafnarstræti 5 og líkar ákaflega vel þar og þar erum við með skrifstofu og síðan er góður aðgangur þar að Akademíu salnum sem er fín málfundarstofa og svo kallar bókastofu og þarna er náttúrulega svona akademískt andrúmsloft sem okkur líka vel. Við viljum tengja svona starfsemi svona lífsskoðunarfélags við akademískt og heimspekilegt hugafar og heimspekingar eru svona okkar sérfræðingar, eins og maður segja, og reyna að tengja þá svona akademiska heimspeki við svona hið almenna hið almenna í samfélaginu og hinn almenna hlustenda og brúa þarna bil á milli, ef svo maður segja, svona háskólasamfélags og almenns samfélags og gefa okkur vettvang til að skiptast úr skoðunum og ræða málin. Og munið þið bjóða upp á sambærilegar athafnir og siðmenntastaði fyrir? Já, þannig við erum nú þegar búin að stofna þá þjónustu enda Hektum Vik þar sem við erum athafnastjórir margir hverjir sem í félaginu, nýja félaginu. Nú það ég, Sævar Harri Finnbogason, Helga Jóhanna Úlfarsdóttir og Jóhann Björnsson sem eru þá fyrstu 4 athafnastjórir félagsins. Já. Þannig að þið fermið? Nei, við erum ekki búin að setja fermingar á dagskrá. Sko. Ekki fermingar? Nei. Við ætlum að sjá til með það. Þannig að þið gefið nöfn? Já. Og hvað fleira? Giftið. Og síðan höldum stýrum útförum. Já. En giftingarhlutin sko tvíþættur. Það náttúrulega annars vegar það að halda athöfna sem fólk kemur saman og hlustar á ykkur falleg höfuðgjörð, tónlist stundum og síðan heitir því hjónaefnana sem að gefa saman og þetta þá félagslega athöfn en hún líka lögformleg þannig að það þarf þá vígsluleyfi og til þess að fá vígsluleyfi og skila þá inn vígsluvottorði til þjóðskrára eftir athöfn þá þurfum við að fá skráningu sem lögformlegt lífsskoðunarfélag og við erum með umsókn þess efnis í gangi. Já. Og hvernig myndirðu lýsa muninum á farsæld og því hvernig þú sér farsæld fyrir þér og siðmennt? Já, bæði félögin náttúrulega byggja á mjög svipuðum hugmyndagrunni, svona þessum humanisma sem að svona grundaður eða grundvallaður í gegnum alþjóðasamtök humanista sem voru stofnuð 1952 og þar liggur undir svokölluð Amsterdam yfirlýsing sem hefur verið frá 1952 og svo hefur verið endurnýjuð held ég 2002 og núna 2022 og það svona þessi svona stefnulýsing þetta svona að trúa rauninni á gildi mannlífsins og okkar helstu verðmæti, helsuna og frelsið og réttlæti og síðast en ekki síst svona þessa nálgun, þessa afstöðu að við ræðum saman, að við vinnum út úr vandamálum og togstreitunni gegnum samtalið og opinn hug og málefnalega nálgun
frekar en með einhverju heift og hamagangi. Þannig að sú afstaða, þessi velvilji og nærgætni og annað slíkt er náttúrulega jafn dýrmætt og skoðanirnar sjálfar í félaginu. Og við sjáum fyrir okkur að við séum í rauninni ekkert öðruvísi heldur en siðmennt hvað þetta varðar. En þennan grunn en þar sem að við þráðum að hafa meiri svona þessi mennta og fræðslustarfsemi eða svona mennta og umræðustarf að þá erum við allavega akkurat núna erum við komið þannig að dagskrá sem við sjáum ekki hjá siðmennt og síðan þetta svona þá bara hvernig svolítið fólkið því að þó við séum svona í grunnunum með sömu skoðanir þá fólk ólíkt og hvernig það vill starfa saman að við finnum okkur sem þessi hópur saman. Já, það svona von ykkar að grasrótarstarfið verið öflugra og virkara og samtalið sterkara Já, við viljum efla tengsl við svona fræðasamfélagið og hafa okkur svona bæði fræðileg og almenn að við séum svona tilbúin að kafa og vera óhrædd við að nota forvitni okkar til þess að leita að svörum og ræða málin ekki veitir af í þessari skautun sem orðin í samfélagum núna mjög mikil skautun. Já, við þurfum að vera óhrædd að koma saman í friði og ræða jafnvel viðkvæmustu mál setja okkur í þessar heimspekilegu stellingar þar sem við tökum okkur svolítið út fyrir tilfinningarnar og reynum að yfirvegun að komast að einhverju svona jafnvægi sem að fólk getur kannski mögulega orðið sátt um. Já, sko ég að spá hérna það náttúrulega svolítið myrkur í heiminum núna, það ótti, það stríðsógnir virðast vera nær okkur heldur en oft áður og hérna þú veit viss það að skynsemishyggjan sé betri en trú á stokka og steina til þess að komast út úr óörygginu. Já, ég alveg viss það en eins og allt að þá þetta ekkert einfalt og við lítum náttúrulega á það að svona að tala okkar svona varnaðarorð varðandi trú að þau eru svona til skaðaminkunar þannig að fólk leiðist ekki út í bókstafstrú sem að fylgir einhverjum foringjum blind og tapi sjálfstæði sínu í einhverjar öfgar og svona kreddur og jafnvel ofbeldi og einangrun og kúgun og allt sem getur fylgt í það svona einn tilgangur svona vörn og skaðaminnkun en það ekki nóg þannig að ef við ætlum að ná saman friðinn og það sem svona stefnumiðin þá þurfum við jákvætt uppbyggilegt markmið siðferðisgildi sem að felast þá í þessum svona humaníska siðferðisgildisgrunni og það þarf ekki að kalla hann humanískan, hann getur verið nefndur hvaða nöfnum sem það getur ekki máli hvert nafnið heldur bara að við saminist markmið þess að byggja okkur upp öll saman, að við sköpum rýmið saman, að það sé fyrir okkur öll, það nóg pláss hérna á jörðinni fyrir okkur og að við látum ekki ágirnd okkar eftir valdi og fjármunum og landsvæðum og yfiráðum yfir fólki og alls kyns svona þrár í ójafnvægi sem eru þá svona oft bara hafa í grunninn svona sjálflægan uppruna og stundum það út af einhverju ákveðnu óöryggi að fólk finnur sig ekki öðruvísi en að vera að kúga annað fólk og eignast okkur völd
að með skynseminni og með uppbyggilegum hugmyndum, með heimspekilegri umræðu og að það að leita tengsla og samstöðu að það svona hugmyndin sem að vonandi geti skilað okkur fram á við. Já, svona kannski rétt í lokinu því að það hefur sætt aukinnar gagnrýni hvernig við höfum kannski aftengt okkur svolítið frá, hvað maður að segja, heildar hugsun, að við höfum hólfað okkur niður í alls konar svona menntunarbox og þetta eru þröng menntunarbox oft og það hefur verið svona talað seinni ár í háskólasamfélaginu að það sé mikilvægt að taka í auknum mæli holistic approach eða eitthvað svona heildræna nálgun en samt hefur kannski ekkert svo mikið gerst í þeim efnum, þetta bara svona falleg hugmynd á blaði kannski ennþá eftir því sem að mér skilst. Þú lærir þín læknavísindi náttúrulega algjörlega sem raungreinar, ekki satt? Já. Og svo verður þú heillaður af hugvísindum. Og svona eftir á að hyggja þegar þú horfir yfir þitt læknanám, vantaði ekki ýmislegt í það? Jú, það ótt að segja það. Ég held ég að fengið 2 tíma í siðfræði þegar ég lærði árunum 87 til 94. Það var alltaf svo. 2 tímar hjá Páli skúlasinni heitnum. Það var bara 2 mjög fínir tímar en bara svona nasasjón. Já. Og þannig að það það sem svona að ég kenni siðfræði og gagnrýna hugsun á aðalega fyrsta og öðru árin læknisfræðinu og síðan áfram í aðeins minna á 3. ári. Þar hefur svona stefna minn verið einmitt að búa til brú á milli hugvísinda og raunvísinda og svona færa inn þennan heim svona heimspeki og siðfræði inn í raunvísindaheiminn því að þetta er samanofið og getur eiginlega ekki verið án hvors annars. Þannig að fagmennska lækna þarf alltaf að standa af læknisfræðilegri þekkingu og læknisfræðilegri færni svona eins og aðgerðum og svona samskiptafærni og síðan siðfræði að góðu gildismati og siðferðilegri hugsun og því að hún verður að leiðbeina okkur allt sem við gerum. Það er ekki bara nóg að hafa tæknileg tækifæri á að gera eitthvað ef að það brýtur í bága við gildismatið. Og hvað með læknavísindi í auknum mæli sem forvörn en ekki alltaf að bregðast við og lyf sem alfa og omega alls, þú ert lyflæknir eða ekki? Jú. Já, þetta við höfum náttúrulega hverjum tíma fylgja áskoranir og núna erum við náttúrulega að fyllast af fullt af lyfjum, líftæknilyfjum og ýmsu sem eru gríðarlega dýr í framleiðslu og hvernig ætlum við að mæta þessu þannig að í rauninni getum veitt þessa þjónustu. Það náttúrulega samfélags spursmál hvernig við þá forgangsröðum peningum okkar í hlutina. Eru að nota mikið af lyfjum og eru læknar að ávísa miklu af lyfjum vegna þess að þeir hafa ekki tíma til þess að meðhöndla og það er ekki gert ráð fyrir meðhöndlun og hlustun og svona skoðun? Það gæti verið að einhverju leyti rétt en það svona kannski má segja að svona gagnvart þessum forvörnum sem þú nefndir að það svona það hafa orðið talsvert undir í læknisfræðinni sem svona það er svo lítið svigrum í læknisstarfinu fyrir forvarnir. Það er kannski að því að við erum bara með svo marga eldar sem við þurfum að slökkva það er svo mikið af veiku fólki sem að varla færa orðið tíma eða seint síður á heilsugæslunum. Svo eru því bírókratísku helvíti, er það ekki maður skilst að helmingurinn af tímanum fari að slá eitthvað inn? Já, það vantar framfarið þar í að dreifa svolítið vinnunni í þeim efnum og þannig að tími lækni straumlínu lagaðri í það að greina og
ráðleggja meðferðir og því að auðvitað væri kannski hægt að taka tíma í pappírsvinnu ef það ætti að vera hlutverk lækna að standa mikið í því en þá væru við líka þá missa dýrmætan tíma í að sinna sjúklingunum. Já. Og þetta náttúrulega tengist líðan okkar, huga og öllu því. En ég meina hérna klíniska spurningu að lokum sem að kemur nú ekki þessu samtali okkar við að neinu leyti. En ég var með mannesku hér, sálfræðing í gær. Í svolítið ögrandi viðtali, hún sagði, hún var að tala um það að það væri svo mikið um það að börnin okkar og í rauninni fullorðnir líka, við varum að éta svo mikið á skalegri fæðu að það myndi kynda stórkostlega undir geðrænum vandamálum. Eru kolvetni manninum nauðsynleg til inntöku eða getum við lifað lífinu á þess að einbyrða kolvetni? Þau eru algjörlega nauðsynleg. Þau eru nauðsynleg. Og því að við heilin okkar dýrmætasta líffærið það getur ekki heilin getur ekki lifað án kolvetna eins og vel sé ef við förum í svona kolvetna svelti þá eftir svona 2 daga þá erum við búin með svona varaforða kolvetna sem er í lifrinni búin að brjóta það niður og eftir það fer líkaminn að brjóta niður vöðva líkamanns til að búa til sykur, kolvetni. Það er svo nauðsynlegt að líkaminn er tilbúin að fórna vöðvamassanum til þess að búa til sykurinn og næra þá heilan og þannig ástand til langframa veldur vöðvarýrnun og endanum þá reynir próteinsk missi og það að vera í svokallari ketósu, þetta ástand sem að heilin er í þegar hann er algjörlega kolvetnalaus, að það bæði hefur talsverð áhrif á einbeitingu og hugsun og er svona mjög svona ófullkomið ástand. Það er ekki gott til langframa. En sumir sem eru þá í þessum kolvetni skerta fæði, þeir eru svona dansaðna okkur mörkum, svona reyna að finna eitthvað svæði þar sem þeir geta verið alveg upp við kolvetnaleysið eða við þessa ketósu og að vissum marki er eins og er með svo margt að við þurfum að leita jafnvægis í hlutunum og of mikið af kolvetnum er líka skaðlegt Þannig að en þetta má ekki fara í þessar öfgar að við bara snúumst gegn nauðsynlegum efnum í leita að einhverju svari og þess vegna er næringafræðin bara þessi klassíska næringafræði en það besta sem við fylgjum Já. Ég svona hálfbiðst afsökunar á því að hafa dregið inn í þetta en mér fannst ákveðnir almannahagsmunir að því að fá viðbragð fagmanns sem slíks því að ummæli sem féllu í þessu viðtali í gær hafa orðið svona tilefni umræðu og har sett hvað sem að fólk er að velta fyrir sér. Er þetta rétt? Er þetta rangt? En ég óskaði bara til hamingju með Farsæld, þetta félag. Já, kærar þakkir. Og það verður spennandi að fylgjast með framgangi þess. Já. Og já, bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og takk fyrir að koma og miðla bæði læknisfræðilegum og siðferðislegum pælingum um lífið og tilveruna, vítt og breytt. Takk fyrir samtalið. Nú, það er þá komið að lokum þáttarins í kvöld. Hann Svanur Sigur Björnsson, læknir, slær botnin í þetta með mér. Við viljum minna á það að við þiggjum stuðning ykkar ef þið hafið oft velt í fyrir ykkur að styrkja samstöðuna en hafið ekki komið í verk þá eru hæg heimatökin að nálgast upplýsingar hvernig þið gerir það á heimasíðu okkar samstöðin.is, skróla niður og finna nafn sem heitir áskrift. En við segjum þetta gott í kvöld, sjáumst aftur á morgun í beinni útsendingu klukkan 20. Verið þið sæl. Segðu það á Samstöðinni.
Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.